Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Komið heil og sæl, við heilsum ykkur héðan að austan. Framundan í kvöld líflegur og skemmtilegur þáttur. Líflegur, ég sagði ekki fjölbreyttur. Við ætlum að heimsækja listahjónin Garðar Harðar og Önnu Hrefnudóttir á Stöðvarfirði. Það nánast hægt að segja það að það spili enginn eins þegar við spila blues. Já, við ætlum í skotgöngu með Ingu Geirs. Ástæðan var svo að það voru svo margir kallar í golfi á þessum tíma og ekki konur. Að þá ég svona að fá golfekkjurnar til mín. En við ætlum að byrja á því að setjast á skólabekk í Stóriðjuskóla Alcoa á Reyðarfirði og það í þess átt og það eru 33 kilometrar og ég ætla að hlaupa þetta. Ætlar maðurinn að hlaupa á Reyðarfirði? En þessi kynslóð gerir líka meiri kröfur skýran tilgang með starfinu. Stóriðjuskóli Alcoa á Fjarðaáls tók til starfa haustið 2011. En hann samstarfsverkefni Austurbrúar, Verkmenntaskóla Austurlands og Fjarðaáls. 50 nemendur stundar nám við skólann hverju sinni. En hvað þarf til að starfsmenn geti sest á skólabekk? Það þarf að vera búið að vinna í 3 ár hjá álverinu áður en maður getur sótt um. Og það komast færri að þeim vilja, venjulega, en við höfum samt sem áður náð að keyra nokkuð marga í gegnum námið síðan 2011. Við höfum útskrifað 70 úr grunnnáminu, þetta er tvískipt nám, það er grunnnám og svo framhaldsnám. Og sérstaklega núna eftir við breyttum vaktakerfinu, þá höfum við færa á að hleypa fleirum í gegn. Þannig að það er þá mjög jákvæð þróun fyrst okkur. Eru starfsmenn almennt ánægðir með þetta tækifæri? Já, ég fæ ekki annað skilið. Ég meina það eru alltaf fleiri sem sækja og vilja koma stað og minnast þeim eitt oft á það og ég meina þegar menn taka eftir því að þeir sem klára skólann, það er litið til þeirra til dæmis ef við erum að vinna á ákveðnum verkefnum eða ákveðnum störfum, þá er oft leitað til þeirra sem hafa lokið Stóriðjuskólanum. Þannig að menn sjá klárlega svona tækifæri í því að vera í skólanum. En annars er líka best að spyrja nemendurna sjálfa að þessu. Fyrir mig er þetta bara tækifæri að halda áfram að þróast í starfi. Já, þetta er góð tækifæri til að þróast í starfi og auka þekkingu á svæðinu hjá manni. Já, læra á fleiri starfsstöðvar, maður þekkti ekkert hinar starfsstöðvarnar. En nú eru ekki bara starfsmenn Alcoa sem að kenna hérna. Hverjir eru það sem að kenna? Kennararnir koma víðs vegar að. Þeir eru til dæmis hérna frá Austurbrú og við höfum stundum fengið hérna líka frá Verkmenntaskólanum og svo eru það okkar sérfræðingar á svæðunum sem koma og kenna. Það eru alls konar fólk, það er úr viðhaldinu, það er úr tækniteymum framleiðsluferlana, það er úr mannauðsteyminu og það er úr innkaupateyminu sem dæmi og allt þetta verður til þess að fólk fær ennþá betri skilning á því sem er að gerast í fyrirtækinu og þekki ferlana betur. Kennt samkvæmt námskrá fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins nám í stóriðju og er hægt að fá námið metið til eininga á framhaldsskólastigi. Kennsla fer að mestum hluta fram í starfsstöð Austurbrúar á Reyðarfirði. En hvað er kennt í Stóriðjuskólanum? Þetta er náttúrulega mjög fjölbreytt. Í grunnnáminu þá skiptist þetta í svona þessar hefðbundnu bóklegu greinar. Það verður að kenna stærðfræði og eðlisfræði, efnafræði, tölvur, ensku. Svo er þetta líka bara sérhæft utan á álveri. Til dæmis umhverfis og heilsu og öryggisteymi hjá Alcoa er með prógram inn í grunnnáminu. Það er samskipti. Já, þetta er mjög fjölbreytt. Í framhaldsnáminu þá er líka verið að kenna rafmagnsfræði, loftstýringar, vökvatækni, verið að kenna vélfræði. Þannig að þetta er svona bland af bóklegum og verklegum greinum. Og svo eru þeir fara líka út í álver og eru bara að fara á milli svæða þar, svona verknámi. Og svo enda auðvitað skólan á svona lokaverkefni, stóru lokaverkefni. Það er bæði lokaverkefni eftir grunnnámið og svo aftur eftir framhaldsnámið. Þá gera þær verkefni og yfirleitt einhver umbóta verkefni tengt vinnunni. Til dæmis hluta sem að geta bætt vinnuumhverfi hjá sér en líka bara sparað fjármuni, tíma og annað. Þeir eru mjög meðvitaðir, þetta er starfsmenn sem er búin að vinna mjög lengi í álverinu, þannig að þeir eru mjög
mjög meðvitaður það hvað þarf að laga og eru uppfullir af hugmyndum. Sigurjón hefur unnið á Alcoa í 6 ár og Ægir í 8. Hvað það sem hefur haldið þeim svona lengi í starfi? Þetta mjög, eins og hjá mér sko, yfirlega teimið mjög skemmtileg, fjölbreyttur hópur, allir spilir mikið, kvenmenn og kallmenn saman, þetta búin að vera mjög áhugavert að vinna þarna. Algjörlega, þetta bara líka fólki sem maður hefur kynst þarna virkilega gott. Maður hefur ekki fundið fyrir neinu slæmu og mér finnst svona að vinna skemmtileg bara yfir höfuð. Mórallinn skiptir miklu máli. Algjörlega. Klárlega sko. Og allir jafnir sem koma þarna inn, maður hefur ekki fundið fyrir neinu öðru sko. Sjá þeir fyrir sér að vinna í mörg ár í viðbót í álverinu? Já, ég sé ekki fram á allavega fyrir náinn í framtíð, ég sé að fara allavega. Nei, maður búin að vera það lengi að maður líka vel þarna, þannig að af hvað ætti maður að fara? Sjáu þið fyrir ykkur að vilja færa ykkur starf innan fyrirtækisins? Eitthvað annað sem að heillar? Já, klárlega eins og segja, það fullt af sérhæfðum störfum sem maður horfir alltaf á og maður langar alltaf að þróa starfi. Þótt það sé fínt að vera í Kerskála eins og ég í, þá það bara í eðli okkar að vilja fara aðeins lengra, komast aðeins lengra áfram. Það alveg rétt, það fullt af störfum hérna og þróast í starfi geta farið og fengið betri störf innan fyrirtækisins og miðla þekkingunni sem maður hefur fengið í gegnum tíðina innan fyrirtækisins. En hverju skilar þetta starfsmanninum? Sko, ef við byrjum á starfsmanninum, þá skilar þetta honum auðvitað bara aukin þekkingu og skilningi á því sem að gerist í álverinu. Við erum með 3 framleiðslusvæði og svo erum við með viðhald og allskyns starfsemi, en þegar maður á kannski vakt og á einu svæði þó að auðvitað tengist þetta allt saman með einhverjum hætti, þá hefur maður kannski ekki djúpa þekking á því sem að gerast. En leið og maður búinn að sitja í stórhússkólanum, þá fær maður víðtækari þekking og skilning á því sem að gerast. Menn fá líka, starfsmenn fá líka launahækkun þegar menn ljúka skólanum og svo bara fá þau líka tækifæri til að kynnast fólki á öðrum svæðum og blanda svolítið geði. En fyrirtækinu, nú hlýtur þetta eitthvað að skila fyrirtækinu? Já, svo sannarlega skilar þetta fyrirtækinu miklu. Með því að starfsmenn kynnist og fræðist, þá verður starfsemin betri og framleiðsla gengur betur og þannig að þetta er bara gott fyrir okkur að öllu leyti. Við erum með frábært starfsfólk og það verður ennþá betra fyrst okkur þegar búið í stórhússkólanum og já, við fáum bara enn sterkara starfsfólk út úr þessu og helgara starfsfólk sem heldur sem að vill frekar vera hjá okkur lengi, þannig að við erum bara allsæl með það að við erum með fólk í stórhússkólanum, við græðum á því. Alcoa Fjarðarál hlaut daginn viðurkenningu sem menntafyrirtæki ársins 2017. Hvaða þýðingu hefur svona viðurkenning? Við vorum mjög ánægð, mjög stolt að fá þessu verðlaun. Við lítum samt á það þannig, þetta er ákveðin viðurkenningu því sem við höfum verið að gera, en þetta er okkur bara svona frekari hvatning til þess að halda áfram að gera ennþá betur. Fyrirtækið á 10 ára starfsafmæli núna í ár 2017 og þannig að við erum ekki ennþá bara glænýtt fyrirtæki, nú erum við svona aðeins að stækka og þroskast og við vorum fyrst og fremst bara mjög stolt og ánægð en lítum á þetta sem tækifæri til þess að byggja á hana og gera ennþá betur. Margt að sjá, stúlkur og stangæjar, standandi uppi bar og sigga fleira má þar sjá. Laglegir unglingar, góðlegir gamlingjar og fólk sem að horfir bara á. Þau eru listræn hjónin, Garðar Harðar og Anna Hrefnudóttir sem búsett eru á Stöðvarfirði. Anna er myndlistakona og Garðar tónlistarmaður og tónlistakennari. Saman reka þau einnig Svarthólið sem er galleri og gisting í kjallaranum heima. Svarthólið er skreytt með verkum Önnu sem lærði grafík í myndlista- og handíðaskóla Íslands. Ég gerði nú ekki mikið myndlist fyrst árin eftir skólan og hef aldrei unnið í grafík síðan í skólanum. En fór svo norður á Akureyri, fekk þar listamannsstöð í Gilinu og tók með mér efni til að mála. Ég hafði aðeins málað líka í myndlistaskólanum og ég féll alveg fyrir málverkinu. Ég mála svona bara hugmyndir. Ég er ekkert í því að mála landslag nema ég nota stundum eitthvað úr landslaginu svona sem mótíf.
svona oft hálffiguratívar myndir og hálf abstrakt. Hvaðan koma hugmyndirnar til þín? Þær koma bara hérna. Og svo ef maður svo fæðist hver að annari. Garðar segist alltaf hafa haft mikinn áhuga á tónlist og var aðeins 12 ára þegar hann stofnaði fyrstu hljómsveitina með félögum sínum á Fáskrúðsfirði. Hann spilaði lengi vel á dansleikjum allar trissur, til dæmis með hljómsveitinni Herodes og jazzpíanistanum Árna Ísleifssyni. Það er þó ein tónlistastefna sem heitar Garðar öðrum fremur, það er blúsinn. Ætli ég hef ekki verið svona 9 ára líklega eða eitthvað þannig bil þegar að amma og afi gáðu mér kassagítar, ég er alinn upp hjá þeim. Og ég byrjaði eitthvað að glíma þennan gítar og þá var Valur bróðir minn, hann hefði verið á einhverjum skóla, það hefði verið Reykholt í Borgarfirði og hann var með einhver svona grip og eitthvað, ég náði einhver sambandi við þetta. Svo laði ég gítarinn bara eitthvað, laði ég honum bara eitthvað tíma, ég man ekki alveg hvað lengi, 1-2 ára ábyggilega, náði einhver sambandi við þetta. Svo var það á jólunum einhver tíma að ég tók þennan gítar upp og allt í einu spilaði ég bara Heimsum ból, þá komst ég að því að ég gæti kannski náði einhver sambandi við þetta. Já, það var eitthvað bara sem að kom bara einhvern tíman þegar við vorum sko ungir og vorum að pæla í tónlist og hlusta á allt þetta helsta, Deep Purple og allt þetta dæmi. Þá var ég alltaf að leita ykkur öðru og var bara búinn að finna hennan blues og félagar mínu vildi aldrei spila blues, þeim fannst hann svo leiðilegur. Þannig að ég neyddist að spila bara rock og roll með þeim og spila svo bara blues fyrir sjálfan mig. Svo þegar ég var komin á Stöðvarfjörð þá hitti ég aftur stráka sem höfðu haldinn áhuga að spila blues og þar var þetta allt saman blúsaðara meira og meira og ekki versnaði það nú þegar Árni Ísleifs kom inn í dæmi. Maður átti ekki góðan aðgang á plötum og svona þegar maður var ungur þannig að þetta hafi bara eitthvað síðast í gegnum Radio Luxemburg og eitthvað, svoleiðis. Það er nánast hægt að segja það að það spili enginn eins þegar maður spila blues. Ekki nema með því að þá bara hreinlega að kópíera einhverja aðra. Þetta gefur svo mikið frelsi, mikla tjáningu, bæði í hljóðfæraleik og söng og öllu. Come down off your throne and leave your body alone. Somebody must change. You are the reason I've been waiting so long. Somebody holds the key. Well, I'm weary and I just ain't got the time. And I'm wasted and I can't find my way home. Garðar býr yfir stóru hljóðfærasafni sem telur meðal annars á 3. tug rafmagnsgítara. Þetta er uppsafnaður vandi. Þetta er nú stór partur af þessu hefur nú bara safnast í gegnum tíðina þegar ég var að spila sem mest. Ég þurfti stundum að skipta hljóðfæri vegna þess að það vantaði hljóðfæraleikara og vantaði til dæmis hljómborðsleikara og þá var ég að gera hljómborðsleikari og svona eitthvað. Og svo bara hefur þetta svona smá undið upp á sig. Gítararnir þeim fór að fjölga svolítið þegar ég fór að þvælast erlendis og kom alltaf með einn og einn með mér. Ég er náttúrulega hættur að koma með á núna, ráði. Það er eitt uppáhalds. Það er Yamaha SA50 1967 módel. Það er dálítið skemmtileg saga á baku þennan gítar. Það var þannig að 1976 vorum við félagarnir í Herodes að spila á Djúpavogi. Eftir dansleiki kom þar náungi sem vildi selja okkur eitthvað af hljóðfærum. Ég hafði voða mikinn áhuga á rafmagnsorgeli en við vorum bara með bílinn fullan svo það komst ekki með. Bassalekarinn hafði rosalega mikinn áhuga á þessum gítar. Jóhannes Pétursson, hann Og það endaði á því að við slóum saman kaupinu okkar við Jói og keyptum þennan gítar. Og svo fór Jói bara með hann heim og svo framvegis. Svo liðu fjöldinn allur árum og fyrir svona 6-7 árum síðan þá kem ég einhvern tímann og heimsækja hann og þegar ég er að fara þá segir hann það er hérna gítar handa þér og rétti mér þennan gítar. Og gaf mér þennan gítar sem við höfum keypt 1976. Þá var hann búinn að liggja hann í tösku í honum öll þessi ár. Og þetta er mikið eðal hljóðfæri og mikið uppáhald. Garðar hefur komið sér upp litlu stúdíói í vinnuherbygginu.
Já, ég er svona aðalega að reyna að taka upp mikið af eldra efni sem ég hef alltaf samið músík og átt á mikið magnafinni, lög og texta og hef svona verið að reyna að koma því inn á form bara þannig að það sé til. Það ábyggilega klárast ekki meðan ég verð á lífi sko, en hérna maður tekur svona eitt og eina risp í þessu. Þau Garðar og Anna hafa bæði ort lengi. Anna hefur samið mörg af sínum ljóðum út frá myndunum sínum og Garðar bundið þau við músíkina. Saman gáfu þau ljóðabókina Til þín árið 2014 þar sem að flest ljóðin eru óður til hvors annars. Bókin er myndskreytt af Önnu. Og segir svolítið sögu okkar saman. Garðar er með helminginn af bókinu og ég með hinn helminginn. Og við mætumst í miðjunni. Svo snýrum við bókinu við, þá er ég hinum einn. Ljóð til þín. Yrkjum hvort öðru orðulausu ljóð. Með vorinu þegar þú kemur. Nemum þau með fingrum, drekkum þau úr augum þegar þú kemur. Látum þau streyma, kristaltær í þögninni þegar þú kemur og vorið. Það ert þú. Hvar sem blómin spretta, kviknar líf og ljós. Og ljósið er tært og fallegt og skert. Því það ert þú. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.